aðeins að skoða brennivídd. Brennivíddin eru millimetrarnir sem eru á linsunni, hérna er ég með 24 upp í 105. Þá tölum við að þessi linsa sé 24 í 105. Hún zoomar frá 24 mm upp í 105. Ég er með bangsa hérna, ég ætla að taka mynd af honum þannig að hann fyllir svona nokkurn veginn upp í hluta af rammanum hjá mér. Fyrst á 24 mm. Og ég ætla að reyna að gera þetta þannig að sveitabærin hérna fyrir aftan sé alltaf í bakgrunninum og bánsinn fyllir upp í jafn stóra hluta ramma. Nú ætla ég að taka á 50 mm. Og svo á 105 mm. Og eftir því sem ég zooma meira, þá þarf ég að bakka lengri í burtu til þess að bánsinn fyll upp í sama hluta rammans. Því ef ég myndi bara zooma og zooma og er alltaf á sama stað, þá stækkar og stækkar bara bánsinn. Ég ætla líka að prófa að fara bara langt í burtu, vera með stóra zoomlinsu. Hérna er ég með 150-600 linsu. Ég ætla fyrst að þetta er kroppvél, sem sagt ég þarf að margfalda alltaf með 1,6, það er kroppfaktorinn á þessari vél. Ég ætla að byrja á 150. Aðeins nær. Svo ætla ég að prófa að fara alveg í 500. 500 sem 1,6 er 800. Ég að bækka við hinga. Þegar ég er með víðalinsu eins og 24 sem á fullframe vél er frekar vítt, þá fæ ég mikið af bakgrunni. Bakgrunnur er minnkar allur. Þegar ég zooma mikið inn, er komin í 500 eða 800, að þá dreg ég bakgrunnin saman, fæ miklu minni bakgrunn og ég dreg hann svolítið til mín. Það verður miklu nær einhvern veginn og stærri. Það er mismunandi hvað við erum að gera, hvort við viljum vera víð eða þröng eins og við segjum. Zooma mikið eða lítið. Það er mismunandi hvað linsur bjóð upp og mikið zoom. En þetta hefur líka áhrif á bakgrunnin. Ég er að nota frekar lítið ljósop þannig að það vera mikið í fókus. En þegar ég er að zooma svona mikið, þá verður bakgrunnin alltaf svolítið úr fókus. Þegar ég er víður þá er auðvelt að fá allt í fókus. En þegar ég zooma svona mikið þá er það mun erfiðara. En þetta er alltaf gaman að leika sér svolítið með þetta.